Ritgerðasmíði og heimildanotkun. Það að skrifa ritgerð krefst þess að maður setji sínar eigin hugsunarblað og taki líka hugmyndir og það sem aðrir hafa komið með og skrifað og sett inn í ritgerð. En það sem að skiptir svo miklu máli er að geta heimilda. Og nú erum við að sjá það sem við kennarar meira og meira að við fáum inn ritgerðir sem að nemandi hefur látið gervigreind búa til fyrir sig og þetta eru oft ágætis ritgerðir en það sem vantar alveg eru tilvísanir í heimildir. Og í þessum pistli hérna ætla ég að tala eins mikilvægi þess að geta heimilda, tala eins tilvísanir og tilvitnanir og hvernig þetta er að vera uppsett. Nú, þetta felst í því að reyna að gera grein fyrir sinni eigin hugsun, gera þá skýran og áhugaverðan hátt. Og ritgerðir sem eru góðar, það eru það ritgerðir sem að eru það skoðum skorin orðar, þar að segja, það fjallum afmarkað efni með góðum rökum og góðri efnisyrðingu. Það er ekki bara verið að tala og skrifa og blara einhvern einn hlut án samhengis eins og sé bara verið að tala í útvarpið eða tala í síma. Heldur þarf að vera svolítið vel afmarkað efnið vel byggt og það þurfa góð rök inni í ritgerðinni. Fyrsta er að fá náttúrulega hugmynd, kennari kemur oft með hugmyndir og svo þarf maður að setjast niður og skrifa blað, bara skrifa allt sem mann dettur í hug, hversu fáránlegt sem það er og reyna að búa til einhverja grind. Svo þarf að leita að einhverjum heimildum, kynna sér eitthvað á netinu, finna bækur og náttúrulega líka kennslubókina og söguna sem maður er að lesa. Og svo skiptir máli hvernig ætlar maður að hafa ritgerðina, hvernig verður kaflaskiptingin og nú er ekki að tala kafla heitin, heldur ætla ég að byrja að tala kannski bara ef ég er að skrifa Egils sögu, ætla ég að skrifa kannski fyrst bara fjölskyldu Egils og svo seinni ritgerð ætla ég kannski að skrifa vandamál í fjölskyldunni og svo kannski ætla ég síðast í ritgerðina að skrifa tengsl hans við bróður sinn. Svona, hafa þetta einhvern veginn í ákveðnum köflum, ekki bara allt í belg og bíðu. Nú það er mikilvægt að gera uppkast, skrifa bara eins og maður getur, svo þarf maður að lesa yfir og taka og hellingur sem fólk er að strika yfir þegar búið að skrifa ritgerð og svo þegar maður er búin að byggja þetta upp efnið og setja það í kafla og setja skipulagða fram og maður er búin að passar alltaf að ef maður er að vitna í eitthvað sem gerist í sögunni að finna í hvaða kafla í sögunni, til dæmis Egils sögu var það sem ég var að lesa þegar Egil var þarna strauk þetta stað nóttina og fór til afa síns. Jú, það er þessi kafli hér, þá þarf maður að skrifa tilvísun í þessna kafla sem er að fjalla Svo í lokin, þá er ágætt að lesa yfir, passa stafsetningarvillur, nú það er þetta að setja ritgerðin inn í AI, til dæmis í gervigreindina og beðin að lagfæra málfar eða eitthvað þess áttar, komið tillögur að betri uppsetningu á einhvern hátt og svo skila maður ritgerðinni. Það þarf að vera forsíða. Það þarf ekki að vera efnisyfirlit ef ritgerð er stutt. Inngangur þar er verið að fjalla almennt hlutina, svo ekki meginmál og lokaorð og svo er heimildaskrá. Og bygging ritgerðar er nokkurs konar trekt. Fyrst kemur inngangur þar sem efni bara fer og inn trektina, svo kemur efnisgrein 2, 1, 2, 3 og svo framvegis. Og svo í lokin þá komist að einhverju niðurstöðu í loka orðum þar sem er tekið saman efnið sem var í efnisgreinunum og það er svona tínt til og sett í loka orðin til að binda endi á ritgerðina. Og það þarf að vera forsíða og alls ekki vera að setja upp einhver flókna forsíðu og mikilvægt að sé einhver stafsetningarvillur í henni, bara einhver villa í þessu, en það þarf að vera bara titill og stundum undirtitill. Skóli, áfangi, dagsetning, kennari, nemandi, þetta er svona bara mjög hefðbundið. Og ég nefndi líka í innganginum, þegar ég skrifa inngang, að þar er verið að tala almennt efnið. Þarna þarf ekki verið að geta heimilda eða að hafa tilvísanir þess og þar
bara fjalla almennt efnið, en síðan kemur í lok inngangsins, þar kemur fram hvað þið ætla að tala í ritgerðinni. Það kallast svo rannsóknarspurning eða efnisyrðing og það það sem ritgerðin á að fjalla það það sem á að vekja áhuga lesandans á ritgerðinni. Þannig að við að fjalla almennt kannski Egil og náttúrulega hann sonur þessa manns og svo náttúrulega sagt í æska, það gekk ýmislegt á í æsku Egils og svo kemur kannski Egill dæmi eða var Egill kannski versta barn sem hefur alist upp á þjóðveldisöld á Íslandi. Það getur verið rannsóknarspurning eitthvað. Skiljið, þetta þarf vera að vekja athygli og þá á ritgerðin að fjalla þessa rannsóknarspurningu sem nefnd í innganginum. Þetta ein málsgrein í lok inngangsins. Það getur verið fullyrðing eða spurning og þetta má ekki vera svona já eða nei spurning. Þessi spurning eða þessi fullyrðing kjarni ritgerðarinnar. Því ritgerðin á ekki að vera bara eitthvað bla 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 hingað og þetta og hingað og þangað í sögunni heldur. Það er að vera þessa rannsóknarspurningu, þessa efnisyrðingu. Og í niðurlagi ritgerðar, þar á spurningin að vera svarað, því að ritgerðin, hún í rauninni bara einn allsýra rökstuðningur á þessari fullyrðingu eða spurningu sem kemur fram í byrjun. Meginmálið, það kafli eða efnisgreinar. Og efnisgreinar eru vel afmarkaðar, þurfa að vera svona 6-12 línur og það eitthvað eitt viðfangsefni sem gerist í hver efnisgrein. Til þess að vera að fjalla móður Egils, þá það kannski ein efnisgrein og svo önnur efnisgrein, þegar kannski við tala föður hans og svo þriðja tala bróður hans. Og svo kannski ein efnisgrein sem fjalla bara fjölskyldu Egils. En það kannski ekki allt í einu að tróðin í efnisgreinina að fjalla kónginn í Noregi eða vin Egils eitthvað svoleiðis, þá þarf nýja efnisgrein fyrir það. Og athugið það ekki kafla, það engin kafli sem nefndur meginmál. Lokaorðin svona eins og trekt á hvolfi, að þarna þarf að taka niður það sem var í meginmálinu og koma saman í einhverja niðurstöðu, svara rannsóknarspurningunni, svara efnisyrðingunni og koma síðan með einhverja lokaorð á almennum nótum. Svona einhverjar vangaveltur og hvað segir þetta okkur varðandi hvað kannski hitt og þetta. Passið ykkur að fara ekki í lokaorðum að koma með nýja spurningu. Nei, alls ekki. Passið að koma ekki með nýja spurningu og ekki vera eitthvað of dramatísk eða of einhvern veginn háfleygi lokaorðum og alls ekki enda ritgerð á að segja mér fannst þetta skemmtileg ritgerð eða ég hef ekki meira að segja eða eitthvað þess og það. Nei. Þetta ekki ritgerð í 10 ára bekk í grunnskóla. Við ætlum að vanda uppsetningu ritgerðar. Mikilvægt að heimildir sem þið notið, allt sé takið og notið og kannski það bara kennslubókin, kannski það bara lesbókin, þá stendur það hér. Þessi bók heitir þetta, þessi gaf hana út þetta ár og þetta finna alls konar dæmi hvernig heimildaskrá sett upp, það er ákveðnar reglur varðandi það og mikilvægt að fylgja því. Ef þið notið ekki heimildir í ritgerðinni, ef þið notið heimildir í ritgerðinni en getið ekki hvaðan heimildirnar eru komnar, það heitir það ritstuldur. Og þetta hljómar náttúrulega mjög svona strangt að sé ritstuldur, við lifum á tímu þar sem við getum náttúrulega bara tekið efni, copy-paste, tekið á símanum með tölvunni og límta inn eitthvað nýtt og fleira. Frábært að geta gert það, en við megum ekki taka afritun úr texta annars án þess að segja hver skrifaði textan. Þannig að ritstuldur alls konar, hann getur verið bein afritun, getur verið afritun með lítilháttar breytingum og svo allt í einu kannski tekur maður einhvern texta og umorðan pínlítið en bara setur það sem sínar eigin hugmyndir. Það er náttúrulega líka ritstuldur og svo það líka ritstuldur þegar við bara segjum við gervigreindina búðu til ritgerð fjölskyldu Egils Skallagrímssonar og svo bara ríður AI úr sér einhverju frásögn, hvergi geta alltaf heimilda og
kennari sér að strax að þetta eitthvað skrítið skrifað og fleira. Þetta er ritstuldur. Og það er svo mikilvægt að virða hugverk annarra og ef að nemandi verður uppvís að ritstuldi, þá má bara gefa 0 fyrir verkefni. Það er bara þannig. Og þegar við erum að vinna með heimildir, þá viljum stundum koma með tilvitnanir. Og á mjög oft í ritgerðum er verið að fjalla. Og einhver segir, já, dæmið það hvernig móðir hans Egill studdi Egila. Það er það hvernig hún brást við eftir að Egill drap fyrsta manni þegar hann í leik. Og þá þarf að segja, já, býtu, þarna verður að tala um hvern atburð. Hvað tilvitnun er þetta? Hvaðan kemur þetta? Úr hvaða bók og hvaða kafla og fleira? Og ef það er svona almennar upplýsingar, þá þarf ekki að vera með neinar Ísland var numið ára 874. Það þarf ekki að þetta vita bara allir einhvern veginn. Staðreyndir menn og atburðu sem allir eiga að vita, það þarf ekki að geta heimilda varandi neitt svoleiðis. Og tilvitnanir skiptast í beina tilvitnanir og óbeinar tilvitnanir. Og öllum tilvitnunum þurfa að fylgja tilvísanir. Beinar tilvitnanir, að það er eins og beinræða sem er að þekja, að þar er svona orðrétt notast í texta. Það getur stuttur texti eða langur. Ef það er stuttur texti, þá er textin settur í gæsalappir og gæsalappir eru svona. Ef það eru langar beinar tilvitnanir, orðréttar, því að beinar tilvitnanir eru alltaf orðréttar, það má ekki breyta textanum, að þá er oft minna línubil og svo er oft sem að það eru jafnar hægra megin, það er ekki alltaf svoleiðis en það skiljum dæmi það hérna betur á eftir. Svo er til óbeinar tilvitnanir og það sem fólk notar mest og þá finnst því eins og þurfi ekki að geta bara heimilt og þurfi ekki að vera með tilvísanir. Þegar fólk er að tala með einhverja óbeinar tilvitnanir og annað, þá þarf að geta heimilda. En það þarf ekki að vera innan gæslappa og tilvísanirnar sem talar að þær eiga að vera á eftir tilvitnuninni innan sviga, þá vera nafnið á höfundinum eða nafnið á bókinni. Ef við erum að tala um Egils sögu, þá vitum við ekki hver er höfundur Egils sögu. Það myndi bara standa Egils saga og svo myndi standa hana útgáfaárið á þessari bók sem er kennslubókinni og svo blaðsíðurnar eða kaflinn. Hér er dæmið þetta. Hér er sýndar blaðsíðurnar, hér er útgáfana á hvenær bókin kom út og hér er höfundur bókarinnar. En ef það er náttúrulega Egils saga, þá er það bara engin höfundur af henni. Og stundum eru stuttar beina tilvitnanir. Og þannig að þá þarf líka að geta vera með tilvísun. Og hérna sjáðu hvað flott búið að jafna þetta hérna alveg beggja megin. Þetta er dæmi langa beina tilvitnun og þið sjáið tilvísunin er hérna niðri. Höfundurinn, eða höfundarnir, útgáfan og blaðsíðutalið. Og svo er einhver óbeinar tilvitnanir. Já, Friðrik H.C. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson leggja áherslu á að texti er skýr og sé að byrjendur ofmeta og þekkingu lesanda á efninu og þá er síðan vísa í þessa heimild hvað við fengum þessa vitneskju. Stundum er ekki alltaf frumheimildir en þá reynum við að nálgast frumheimildina. Ef finnum það ekki þá bara er þetta að geta frá einhver annar heimild. Svo spurningin, hvað má og hvað má ekki í ritgerðarskrifum? Munum að efnisgreinar, það eru afmarkaðar með greinarskilum. Greinarskil eru annaðhvort gerð með indregni línu, í þá taptakkan svokallan, eða með auka línu á milli efnisgreina. Og skulum muna það að heiti bóka, tímarita, margmiðludisk og vefmiðlar eru skáletur í heimildaskrá.
Og svo skulum muna líka að í íslensku þá eru gæslappir, það einhverju hluta vegna, það byrja niðri og enda uppi. Þetta kannski undanhaldi en við skulum samt halda okkur við þessa reglu. Leturstærðin, það ágætt verið með 12 punkta, ég nefni þetta Times New Roman, mjög fínt letur, þarf ekki endilega það letur, en ekki eitthvað skrautlegt letur og hafi bara eitt letur, það mjög slæmt ef maður sér inn í ritgerð að það eru margar leturgerðir. Þá fer maður strax að hugsa býttu þetta eitthvað sem búið að klippa og líma til og taka eitthvað stað frá. Línubil, 1,5 eða 2 og eins og ég sagði forðast leturbreytingar, enga mynd ekkert skraut og sleppöldu svoleiðis, jafnvel á forsíðunni. Og þá vona ég bara að hlustandinn hafi nú betri vissu hvað hann þarf að hafa í huga þegar hann skrifar ritgerð.